rölti bæinn Hofsós á Höfðaströnd erfitt að komast hjá því að taka eftir fagurbláum trébekkjum með krossi á hliðinni. Bekkirnir eru merktir fóstrum sínum og vegfarendum boðið að fá sér sæti. En hver sagan á bakvið þessa bekki? Steini og Gurrí, nú setjið þið á þessum fallega bláa bekk. Hvaðan kemur hann? Þetta kemur úr kirkjunni hérna. Við lágu eiginlega bara undir skemmdum og okkur langaði bara til þess að gera eitthvað með þá. Kirkjan á Hofsósi varð fyrir miklum vatnsskemmdum árið 2008 og skipta þurfti bæði gólf og kirkjubekki. Og þegar ég kem inn í sóknarnefnd 2010 þá nýbúið að græja kirkjuna og gera hana fína aftur eftir það. Og þá voru komin í stólar í staðinn fyrir bekkina. Þannig að okkar beið það verkefni að ákveða hvað ætti að verða bekkina. Og þeir voru góðir í geymslu þannig að það lá nú ekkert á, en svo kom fólk að máliði okkur og spurði hvort það geti fengið að kaupa bekki. Og það var tekið fyrir á aðalsafnaðarfundi og ákveðið að selja þá bara eða leyfa fólki að fá bekki og auglýsa bara, allir geti fengið bekk og styrt kirkjuna á móti og þeir bara ruku út og eru núna að prýða allt. Finnst ykkur ekki bara verið nokkuð góðum höndum og notum? Ég er mjög ánægð með þetta. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Kirkjan svona búin að dreifa sér út allt. Steini og Gurrí eru brottfluttir hofsósingar sem eyða yfirleitt sumrinu á staðnum og hafa ætíð sterkar taugar heim. Þetta setur svolítið svip á bæinn. Já, okkur finnst rosalega gaman að þessu. Við náttúrulega erum fædd hérna uppelin og þetta höfum svona taugar í að gera eitthvað og okkur finnst þetta skemmtilegt. Já, svo var nú karlfaðir minn smíðaði þessa bekki ásamt öðrum á sínum tíma í kirkjunni, þannig að það er svolítið gaman að því líka. Já. Og við bræðurnir höfum svona taugar til þeirra svolítið. Já, svona kirkjubekkir, þetta ekkert venjuleg bekkir, fólk kannski tengir þetta einhverjum minningum eða slíku. Já, það er það. Mér finnst þetta mjög merkilegt. Mér finnst að kirkjubekkir, þetta náttúrulega kannski var aldrei neitt rosalega gott að sitja í þessu. Manni fannst það ekkert endilega, skilurðu. Og maður kallaði þetta stundum bara píningabekkina ef manni leiddist í kirkjum. Ekki píningabekkur lengur? Nei, ekki lengur. Nú er þetta bara til þess að hafa gaman að og geta tylt sér og horft út á sjóinn og við höfum fallegt útsýni og Hofsós náttúrulega alveg yndislegu staður. Já, gaman að því að fyrir ofan í þessu húsi upp frá bjó gamall maður sem ég þekkti nú vel og fór með honum að sjó oft inn í gamla daga. Hann settist alltaf niður, það var svona tröppur í barðinu og satt og svo var hann að segja mér sögur á sjónum í gamla daga. Þess vegna vildi ég hafa þennan bekk hér, út af því hérna. Kristín hefur á orði að þó einhverjir hefðu saknað bláu bekkjana úr kirkjunni til að byrja með, væru allir ánægðir með það hvernig rættist málinu. Mér finnst þetta frábær hugmynd hjá þeir sem ákvaða að gera þetta svona, leyfa öllum að njóta og tilenga þetta hornum hofsósingum. Þannig að ég held að þetta hefði ekki getað að fara betur. Og velja kannski staði sem voru fólki hjartfólgnir. Já, einmitt. Á fallegum útsýnistað í fjörunni má finna annan bekk. Bróðir hans Steina, Björgvin og kona hans Margrét Pétursdóttir fóstra þennan bekk. Björgvin er náttúrulega mikið fyrir sjóinn alveg eins og Steini og hann bara valdi þennan stað og er náttúrulega bara alveg frábær staður hérna niður frá. Hann mikið notaður þessi bekkur. Já, þetta töluvert notað af ferðafólki sem sest og horfir yfir höfnina og svona, þannig að það er bara gaman að því. Við eigum með smá húsnæði og tökum þetta inn á veturnar og döndum það að gera þetta upp aftur. Það fer svolítið illa á sumrin. Flagnarmálningin og svona, það döndum við að laga þetta. Kanntu einhverja sögur að því þegar karlfaðirinn var að smíða bekkina? Nei, ég man nú ekkert eftir því, sko. Þetta er svo langt síðan það var gert að maður bara frétti af því að þeir eru þrír Guðmundur Steinsson, faðir minn og Níels Hermansson og ég man nú ekki hvers á þriðji var. Og Gunnar Stefánsson. Og þeir hefðu smíðað þessa bekki og þetta var bara gert svona, eiginlega jafnóðum og kirkja var byggð held ég, skilst það. Og þið eruð hér fædd og uppalin en svo eruð þið flutt í Hafnarfjörð. Hvernig ekki alltaf taugar heim? Jú, það eru miklar. Maður er megnið á sumrinu alltaf, sko.
Verður hérna í ellinni held ég bara, já. Hérna á þessum bekk? Já, á bekknum, sitjum á bekknum, staulumst hérna niður eftir. Jú, við eigum hús hérna og okkur finnst þetta náttúrulega algjört æði, koma og vera og Steini á bát og ég meina, þetta er bara draumur. Gamla dráttarvél sem hann var að gera upp. Já. Við verðum rosalega flott í ellinni hérna. Rúndið á dráttarvélina niður eftir og fá okkur sæti? Já, getum gert það.